Jesús, mitt líf gæði mig. Ást þín, hún reisir mig við. Þú í mér og ég í þér, og hjarta mitt fullt af söng. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Og mitt hjarta fylgir aðeins einum þér. Jesús, enginn sem þú. Ríkir, réttlátur og trú. Þjóðir og lönd beygja kné. Nafn öllu æðra, lofsöng ég syng þér, og allt sem ég get sagt við þig ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Og mitt hjarta fylgir aðeins einum þér. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Og mitt hjarta fylgir aðeins einum þér. Og mitt hjarta fylgir aðeins einum þér. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Og mitt hjarta fylgir aðeins einum þér. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Og mitt hjarta fylgir aðeins einum þér. Og mitt hjarta fylgir aðeins einum þér. Og við lofum þig. Halleluja.
Oh, they are new every morning, new every morning. Great is thine faithfulness, O Lord. Great is thine faithfulness. Hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified in the heavens. Be glorified in the earth. Be glorified in this temple. Oh, Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord in the heavens. Worship the Lord in the earth. Worship the Lord in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. 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 He heals all our diseases. He gives strength to the weak, and He fills my soul with its glory, and His blessing fall on me.
Amen. Hans blessun. Það ekkert sem jafnast á við hann. Amen. Kalla hann bænagram eða bænahúsið og mig langar til að tala bænahúsið og þetta besti samfélagsmiðill sem til Amen. Þeir gerast ekki betri vegna þess að þegar þú ert á bænahúsinu þá ert að tala við almáttugan Guð sem skapaði þig og skapaði allt. Og þess vegna langar mig að tala bænina í dag. Og vitið það að þar sem að kom upp í huga minn hvað gerði frumkirkjan hefði hún gert í okkar sporum. Það var svona spurning sem kom upp í huga minn þegar ég var að hugsa þessa samkomu. Hvað gerði frumkirkjan? Jú, hún bað, en átti hún við svona eins kringumstæður að stríða eins og við? Já, ef ekki verri. Og ég var að lesa í gær í Sálmi 11, 3. vers, og þar segir, og þetta svona ástandi sem í öllum heiminum í dag, að það segir þar, þegar stoðirnar eru rifnar niður, hvað megna þá hinir réttlátu? Ef að stoðirnar eru rifnar niður, hvað megna þá hinir réttlátu? Okay? Hvað þýðir þetta? Ef þú lest Amplified Biblíuna, þá orðar hún þetta svona, ef grundvöllur, og nú skulum við tala bara okkar vestræna eða þjóðfélag sem var byggður á kristnum gildum, ef grundvöllur þjóðfélags, ef að hann rifinn niður, hvað geta hinir réttlátu gert? Hvað eigum að gera? Eigum að fara á Facebook og kvarta? Það margir sem gera það, endalaust. Já, þetta bara svona og þetta ómulegt og hvenær má þetta enda á Facebook og ekkert gerist. Hvað geta þeir gert? Og það segir hérna í versinu á eftir, versi 4, Guð, drottinn í sínu heilaga musteri. Hásæti drottins á himnum, augu hans sjá. Og það sem ég langar að segja við ykkur, það sama hvað gengur á í heiminum og það ein þýðing sem segir að Guð, hann með óbreytta adressu. Hann ekki fluttur, hann enn á sínum stað. Sama hvað gengur á í heiminum, Guð, hann ennþá í sínu hásæti og hann ekki að fara á taugum. Þó allur heimurinn sé að fara á taugum. Guð ekki að fara á taugum. Hann ekki geðs hræringu. Hann hefur séð allt sem við sjáum áður. Hann hefur séð þetta allt saman áður. Predikarinn, hann segir í 1. kafla og 10. versi að
ef það er eitthvað nýtt undir sólinni, þá hefur það gerst áður. Ef það er eitthvað nýtt undir sólinni, þá er það ekki nýtt. Menn segja við okkur í dag, heyrðu, ertu með þennan fornaldar boðskap og það er 2025. Sjáðu til, ég gerði einu sinni pistil sem hét Nútíma maðurinn. Og nútíma maðurinn, hann var líka til á dögum Jesú. Þeir sögðu þetta líka þá. Ertu að segja okkur þetta í dag? Sjáðu, dagurinn í dag er ekki mælikvarði á rétt og rangt. Það er orð Guðs sem er mælikvarði á rétt og rangt. Ekki klukkan á veggnum, ekki hvaða dagur er eða mánuður. Guðs orð gefur okkur mælikvarða. Þannig að það skiptir ekki máli hvaða ár það er. Við höfum marga góða gamla siði sem að eiga vel við daginn í dag. Alveg eins og nýir siðir. Og já, það er svo margt sem er að gerast í dag. Ég horfði á í sjónvarpinu daginn og ég fyrirgefi því að ég er svo nýr í mér. Ég ætla ekki að segja gamaldags. Ég er á þessum degi prófessor í kynjafræði. Af hverju þurfum við prófessora í kynjafræði í dag? Við höfum alltaf vitað þetta að það er til karl og kona. Það hefur ekkert breyst. Þannig að þetta er eitt af því sem er að gerast og síðan höfum við höfum stríð, við höfum örðugartíðir í dag. Og vitið af hverju það eru erfiðleikar og örðugartíðir? Það erum við mennirnir sem búum það til. Fólk er að ásaka Guð, en það erum við mennirnir sem gerum þetta erfitt. Guð er ekki að gera þetta erfitt. Hann elskar okkur. Hann sendi Jesú til að deyja fyrir okkur. Hann er ekki að gera þetta erfitt. En Biblían segir að það munu verða örðugartíðir. Mennirnir munu verða vondir og þeir munu magnast í vonskunni. Mennirnir verða vondir og þeir munu magnast í vonskunni. Og spurningin er, eigum að fara á Facebook og eigum að kvarta eins og allir hinir, eða, já, ég skrifaði hérna hjá mér, eigum að vera á skjánum eða eigum að vera á hnjánum. Hvort viltu vera á skjánum eða hnjánum? Ég trú að sé betra að vera á hnjánum heldur en á skjánum. Ef ég er á hnjánum, að þá er ég á þessum samfélagsmiðli þar sem að ég næ sambandi við almáttugan Guð. Og Guð, hann segir að kirkjan eigi að vera bænahús. Og mig langar aðeins að lesa fyrir ykkur hérna úr postulasögunni. Það var svona orð sem kom í huga minn þegar að þeir áttu í þessum erfiðleikum eins og, já, kirkjan í Nígeríu, hún Flóra er frá Nígeríu. Ég var að hlusta á mann sem er að starfa í Nígeríu. Hann sagði að árið 2021, hann man eftir því, þá voru 9.301 drepnir kristnir. Af hverju manstu það var og einn? Jú, það var einn af okkar mönnum, sagði hann. Hann var drepinn. Hann var að hjálpa múslimum, hann var með kirkju og þetta er í norður Nígeríu. Hann var að hjálpa og vitið þið hvað, að eina nóttina komu þeir heim og þeir bara brytju hann niður í rúminu. En vitið þið hvað konan hans gerði? Þegar hún fór að sækja líkamsleifar hans, hann var með henni þessi maður, hann sagði, það eina sem komst að í hennar hjarta, Drottinn, frelsaðu þessa menn sem gerðu þetta. Frelsaðu þessa menn, leyfðu þeim að sjá Jesú. Þannig er kirkjan á þessum stað í Nígeríu. Að eina sem komst að í hennar hjarta, þeir eru búin að drepa manninn hennar á grimmilegan hátt, en hún vildi bara biðja fyrir þeim.
Og það líka í postulasögunni, þá segir, ef við förum í fyrsta versi, að þá voru þeir á svipuðum tíma, það segir, þessar mundir lét Heródes konungur leggja hendur á nokkra úr söfnuðinum og misþyrma þeim. Hann lét höggva Jakob bróður Jóhannesar með sverði. Hann sá að gyðingum líkaði vel, lét hann einnig taka Pétur, og þá voru 2 dagar ósýrðu brauðana. Þegar hann hafði handtekið hann, lét hann setja hann í fangelsi, fól 4 hermanna varðflokkum að gæta hans, ætlaði hann eftir páska að leiða hann fram fyrir lýðinn. Satt nú Pétur í fangelsinu, en söfnuðurinn bað heitt. Söfnuðurinn bað heitt fyrir honum. Og þegar þú biður heitt, þá ert ekki passífur, þú ert annarkvort á hnjánum eða þú ert hrópar af öllum lífs- og sálarkröftum, þú setur allt sem þú átt í bænina. Þú biður heitt. Og nóttina áður en Heródes ætlaði að leiða hann fram, svaf Pétur milli 2 hermanna, bundinn 2 fjötrum og varmenn fyrir dyrum, úti gættu fangelsisins. Allt í einu stóð engill drottins hjá honum, ljós skein í klefanum, laust hann á síðu Pétri, vakti hann og mælti, rís upp skjótt. Þá sagði engillinn við hann, girð þig og bind á þig skóna. Hann gjörði svo, síðan segir engillinn, far þú í yfirhöfn þína og fylg mér. Hann gekk út, fylgdi honum, en ekki vissi hann að það var raunverulegt sem gjörst hafði við komu engilsins. Hann hélt sig sjá sýn. Þeir komu nú fram hjá innri og ytri verðinum, kom að járnhliðinu sem farið til borgarinnar, laugst það upp að sjálfu sér fyrir þeim. Þeir fóru út það, gengu eitt stræti, en þá hvarf engillinn allt í einu frá honum. Og þegar Pétur kom til sjálfs sín, sagði hann, nú veit ég sannarlega að Guð hefur sendt engil sinn, bjarga mér úr hendi Heródesar og frá allri ætlan gyðinga líðs. Við sjáum hérna þegar þeir báðu að þá sendi Guð mann á staðinn. Og vitið það að þetta hefur ekki breyst. Þú segir þetta var bara frumkirkja, þetta svo langt síðan. Ég veit dæmi einn mann í Kína, við þýddum þá bóka á íslensku, hann var kallaður himnamaðurinn, hann upplifði nákvæmlega það sama og Pétur upplifði. Hann fór út úr fangelsinu í Kína og fram hjá 2 vörðum án þess að þeir sæja hann og út í frelsið. Hann bað, Guð leysti hann. Meira en það að Guð læknaði fæturnar hans sem voru brotnir á þeim tímapunkti. Þannig að Guð, hann nákvæmlega hinn sami í gær og í dag. Og við verðum að biðja hérna í kirkjunni, ég ætla bara að segja ykkur það. Við báðum fyrir manni hérna sem var búinn að fara til læknis, hann var slæmur í maganum og hann gat ekki farið í vinnu. Við báðum og læknarnir fundi ekki hvað var að. Við báðum og hann læknaðist, 1, 2 og 3. Og allt í lagi. Við báðum fyrir ungri stúlku sem var að berjast við ákveðna hluti. Það var eins og bara þyndi yfir hana, hún gat ekki andað. Hún kom aftur viku seinna og sagði, ég er búin að vera frjáls alla þessa viku, ég er búin að vera laus, bara lof sé Guði. Amen. Og við báðum fyrir konu að hún fengi vinnu og það voru 60 umsækjendur. Amen. Hún hér, 60 umsækjendur og hún var valin af 60 umsækjendum. Þú segir, já, þetta bara tilviljun. Nei, þetta ekki tilviljun. Guð, hann heyrir bænir enn í dag. Hann ennþá virkur á sínum samfélagsmiðli. Þannig að við getum alltaf haft samband við hann. Og það sagt að Nehemía bað, Abraham bað og við þekkjum sögunum að Lot hann bjargaðist út úr Sómoru, en það ekki allir sem fatta það að það var Abraham sem bað fyrir honum. Og þegar Nehemía bað, þá voru menn búnir að vera að vinna að því að reisa múra í mörg ár, en svo kemur Nehemía og hann búinn að biðja, hann búinn að fasta, hann kemur á staðinn og þeir reisa múrana á 54 dögum. Þar sem menn höfðu verið að erfiða við í mörg ár og ekkert gekk. Þannig að Biblían, hún talar alls konar bæn. Og Biblían talar að kirkjan á að vera bænahús og það eiga að vera í kirkjunni eiga að vera varmenn.
Og ég ætla að segja ykkur eitt dæmi. Hún frænka mín, og þetta skrifaði hún Gunna Magga í minningagrein frænku mína. Gunna Magga var á bát úti í heimi, ég man ekki hvar, en þetta var frekar lítill bátur, opinn bátur, og það var að koma sjórinn í bátinn, vélinn drap á sér, og hún trúði því að þetta væri hennar síðasta. Hún trúði því að líf hennar væri að enda þarna. Á sama tíma inn í Reykjavík eldri kona, Guð vekur hana upp. Hún fer að biðja. Þetta móðursystir mín. Hún fer að biðja og hún veit ekki fyrir hverju hún að biðja. Hún fer að biðja í öðrum tungum og hún veit ekki, það bara kemur svo mikið neyð yfir hana, hún biður og biður og allt í einu finnur hún að svarið komið og hún fer aftur að sofa. Gunna Magga hefur samband við hana einhverju síðar og á nákvæmlega á sama tíma og að Auður biður að þá fer vélin í gang í bátnum og þau bjargast. Þannig að bænin, hún virkar líka á okkar dögum. Og mér langar bara að segja að það alls konar bæn. Ef einhverjum líður illa, þá biðji ég hann, segir Biblían. Ekki fara í töflubóksið, þú skalt biðja. Töflubóksið það bara slæfir og svo þarftu meiri töflur og aftur meiri töflur. Ef þú ert að fást við þunglindi, þá besta meðalið bæn og lofgjörð. Amen. Þú getur líka farið út að hlaupa. Það líka gott. En bænin, hún besta meðalið. Ef einhverjum líður illa, þá biðji hann. Svo segir, biðji hver fyrir öðrum að þér verðið heilbrigðir. Biðji hver fyrir öðrum að þér verðið heilbrigðir. Og þá segir einhver, já, ég búin að reyna og það gekk ekki. Veistu hvað Jesús sagði við því? Hann sagði, haltu áfram. Í Lúkas 18, þá segir hann okkur dæmisögum hvernig við að biðja og aldrei að gefast upp. Rangláttur dómari sem neitaði að láta ekkju ná rétti sínum, en hún fór aftur og aftur og aftur og aftur og aftur, þangað til dómarinn gafst upp. Og Jesús sagði, ef að þú ert að biðja eitthvað, haltu þá áfram að biðja þannig, þangað til þú færð bæna svarið. Það var ráð frá Jesú Kristi. Þannig að orð Jesú til okkar tíma, og það Lúkas 21:36. Og það hittir vel að hann segir, hafi gátt á sjálfum yður að hjörtu yðar oft þyngist ekki við svaldrykkju og áhyggjur þessa lífs. Ég held að áhyggjan fyrir lífinu sé verra heldur en fyllir í. Vegna þess að þú getur verið fullur og vakna áhyggjulaust daginn eftir. Ég ekki að mæla með því að fara á fyllir í. Ég löngu hættur því. En áhyggjan fyrir lífinu þegar allt leggst á þig og þú ert alltaf að hugsa hvað geti ég gert meira og hvað geti ég þetta og þú gleymir því að Guð til. Það er það sem hann að tala um. Hann segir, vakið því allar stundir, biðjið svo þið megnið að umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannssyninum. Þannig að hann að biðja okkur að vera viðbúinn þegar að hann kemur á ný. Þannig að spurningin aftur, viltu vera á skjánum eða hnjánum? Pabbi og mamma, ég man að Eiríkur á Omega, hann sagði, ég byrjaði daginn á því að fara á hnén og ég rís ekki upp fyrir en ég búin að biðja í gegn. Ef það 1 tími, 2 tímar, þá get ég fengið mig kaffi, ekki fyrr. Og hann hefur haldið þessari stöð gangandi í 33 ár, ekki heldur Guð hefur verið með honum, en hann hefur aldrei treyst á menn. Alltaf þegar hafa verið erfiðleikar, þá fer hann á hnén og hann biður. Og vitið það að þetta eitthvað sem Guð vill kenna sinni kirkju. Við þurfum á honum að halda. Við þurfum ekki flottari hljómsveit, ekki flottara þetta eða flottara hitt. Við þurfum kraft Guðs inn í kirkjuna aftur. Það það sem við viljum. Við viljum fá bænasvör, við viljum vera tengd við Guð. Að þegar að ég kalla, þá heyrir hann. Og ég veit það af því að ég þekki hann.
Sjá til, ef ég þekki ekki einhvern, þá veit ég ekki hvort hann vill gera eitthvað fyrir mig. En þegar ég þekki mannin vel, þá veit ég hvað hann vill gera fyrir mig, veit hvað hann vill ekki gera fyrir mig. Ég veit að Drottinn Guð, hann vill alltaf hjálpa mér á hverjum degi. Amen. Þannig að ég hvet ykkur systkini, hafirðu verið að biðja fyrir einhverju, haltu áfram að biðja. Og ef þú ert orðinn þreyttur, hrestu þig þá upp í Drottni eins og Davíð sagði. Farðu að biðja öðruvísi bæn, farðu að lofa Guð og þakka honum fyrir allt sem hann hefur gert fyrir þig, gleymdu þínu vandamáli og farðu að þakka Guði og vitið, þá gerast undur og tákn. Og hann gerir umfram það sem við biðjum, skynjum, hann gerir umfram, langt umfram. Amen. Mér langar bara að við biðjum saman og syngjum kannski, ef það er einhverju sem vilja fyrirbæn hérna í dag, þá vil ég bjóða ykkur að koma hérna fram. Við ætlum að syngja kannski aftur eitt lag og hann Snorri verður hérna og einhverju fleiri og ef þið viljið fá fyrirbæn. Og við getum líka beðið hvert fyrir öðru, þar sem við erum. Við skulum ekki fara hérðan út öðru vísi en að varpa því sem er í hjarta okkar upp til Drottins. Ekki fara með byrðina út. Það segir, varpið áhyggjum mínum, þínum á mig, segir Drottinn. Amen. Þannig að the steadfast love of the Lord never ceases. Mér langar að við bara rísum á fætur og syngjum það að lokum og ef þú vilt fyrirbæn, ef þið getið líka, eins og ég sagði, við getum beðið hvert fyrir öðru þar sem við erum. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thine faithfulness, O Lord. Great is thine faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thine faithfulness, O Lord. Great is thine faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thine faithfulness, O Lord. Great is thine faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thine faithfulness. Great is thine faithfulness. They are new every morning, new every morning.
thine faithfulness. Great is thine faithfulness. All our diseases He gives strength to the weak. He fills my soul with His glory, and His blessing fall on me. He heals all our diseases. He gives strength to the weak. He heals my soul with His glory. His blessing fall on me. His blessings fall on me. He heals all our diseases. He gives strength to the weak. He fills my soul with His glory. His blessings fall on me. His blessings fall on me. He fills my soul with His glory. He fills my soul with His glory, and His blessings fall on me. His blessings fall on me. Oh, His blessing, it falls on me. His blessing falls on me. Jesus, 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 það eitthvað við þetta nafn. Frelsari Drottinn, Jesús, þér mun lúta þjóðanna sann. Jesús, 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 hrópa líðir lönd og stór. Haf og himinn þótt líðundi lók stendur stöðugt
er stöð